það þetta að heyra hvernig þú lýstir því greinilega skýrt að þú værir þið samvinnum fúsir og væri tilbúin til að opna alla tölvupósta. Bara að heyra það brot líka í lokin. Síðan það Jón.Óttar.ppp.is síðan það Jón Óttar sérstakur eða sérsak eða sérstakur saksóknari. Ég held að það sé búið að stytta í sérsak. Ef þið viljið skoða póstinn þá bara biðið mig það og ég opnað bara það sem þjóðum mín. Við ætlum að afhenda ykkur tölvupóstinn og allt samskipti við Grím og allt það. Þetta fullkomin samvinna við við ætlum ekki að fela. Þið þurfum ekkert að vera að vesennast með að fá ykkur að úrskurða eða neitt eða við bara getum komið hvernig sem Við það ekkert hægt að eyða þessu Þarna býður henni að fara í tölvupóstana þína og hún þurfi ekki að fá úrskurð en fékk hún einhvern tímann úrskurð eða fór hún í tölvupóstana þína? Nei, hún bað aldrei þetta. Samt ég mjög skýr með það að hún mátti fara í hotmailið, PPP, sérstakur saksóknari. Hún hefði ekki þurft að biðja úrskurð eða neitt. Þannig að þó að Ólafur Þór Hauksson hafi verið búin að kæra þig fyrir að leka upplýsingum, gögnum og að vinna með ólögmætum hætti með slítastöndum að þá þegar þú býður Sigríður Friðjónsdóttur að skoða alla tölvupóstana þína og opna það allt saman að þá gerum það ekki af því að það sem hún búin að segja henni nóg til þess að hún ákveður að þessu máli á bara íta undir teppi. Hún bara vill ekki skoða þetta. Málið það og til að vera algjörlega sanngjarn þá í samantektinni yfirheyrslunni með mér þá segir hún í samantektinni að ég hafi boðið þeim að skoða tölvupóstinn en hún sleppir atriðinu að þið getur bara komið, þið þurfum engan úrskurð það náttúrulega aðalatriðið og þannig að henni stóðu allar dyr opnar 2012 til þess að kafa hann í þessa tölvupósta þá hefum við séð í tölvupóstunum hjá okkur í PPP samskiptin eins og við vorum að tala áðan þá hefum við séð hjá sérstökum og PPP þá hefum við séð samskiptin við skiptastjóra Mælstón bara eins og að þið voru. Hún kom aldrei. Hún bað aldrei þetta. Ótrúlegt, af því að hún var hérna að rannsaka ætluð brot. Hún átti að biðja með í þessari yfirheyrslu lykilorðin. Hún átti bara að segja, já, við skulum bara ná í tölvu og bara núna opnar þetta og við skoðum þetta bara. Það stóð alltaf til boða eins og þið heyrið. Hún bara hafði engan áhuga á því.